Góðan daginn, ég heiti Sigurrós Ingimundsdóttir og á leikskólanum Akraseli á Akranesi og ætla að segja ykkur frá því sem við erum að gera hér. En Anney Ágústsdóttir, hún leikskólastjóri hérna og hún ofurskáti með risastórt skátahjarta. Og það má eiginlega segja að grunnurinn að starfseminni og starfsandanum á Akraseli sé lagður með svona skátahugsunina að leiðarljósi. Þar sem við byrjaði náttúrulega í skátahúsinu þar sem að Baden-Powell myndi á sig og hugsjónir sínar á hverjum degi. Grunnurinn góðmennska og hjálpsemi. Við ætlum að hjálpa öðrum og passa upp á jörðina. Einkunnarorð leikskólans náttúra, næring, nærvera og með náttúrunum þá náttúrulega erum við að vísa í umhverfismenntina og næringin, það hefur alltaf verið lögð áherslu á hollan kost sem unnin frá grunni og nærveru og við höfum líka verið að vinna með jóga, þannig að við vísum þar í það. Í gegnum tíðina hefur starfsfólk Akraselis verið opið og tilbúið til að takast á í þau verkefni sem hafa fallið í skaut með jákvæðni og útsjónarsemi að leiðarljósi. Hjálpsemi og gleði hluti af gildum okkar og umhverfissáttmálinn okkar snýst að passa upp á jörðina. Leikskólinn byrjaði í skátahúsinu 2007 og 2008 flyttur Akraseli í nýtt húsnæði og frá þeim tíma vorum við á grænni grein. En við sóttum ekki grænfánan fyrir árið 2011 og á 30 ára afmæli leikskólans, 8. ágúst árið 2011, tókum við á móti okkar fyrsta fána. Við höfum unnið með þemun þvers og kruss, stundum mörg og stundum fá, stundum í langan tíma og þá kafað í verkefni tengdum þeim. En við vinnum alltaf með umhverfismennt á hverjum degi. Og ég ætla bara að segja ykkur frá brota því sem við erum að gera. Við erum náttúrulega að endurvinna og endurnýta og við moltum og við höfum moltað alveg frá opnun og aldrei gefist upp. Og við erum búin að prófa ýmislegt. Í byrjun þá vorum við með innimoltukassa sem voru svona svartir einangrunarkassar og það hékk svona net ofan í þeim. Og við vorum með svona venjulegar moltutunnur úti í garði og bættum í stoðefnum og skeljasandi og tæmdum svo út í moltutunnurnar þegar það var aðeins búið að rotna inni og þetta gekk alveg frábærlega vel og við fengum bara rosa fína moltu. En tunnurnar úti urðu bara alveg óteljandi næstu því að það náttúrulega mikið sem fellur til á 6 deilda skóla. Síðan fóru netin að rifna og við fengum ekki ný og fundum ekki aftur þessa kassa og þannig lauk því góða moltutímabili. Þá byrjuðum við bara að safna fötur inni og á þeim tímapunkti þá voru komið risastór fiskikör úti sem voru búin að bora gat í og botninn svona til þess að myndi drenast úr. En því miður þá voru þau alltaf til vandræða hjá okkur fiskikörinn. Það drenaðist ekki nógu vel úr þeim og það var alveg rosalega vond lykt á moltusvæðinu. Og við þurftum ítrekað að láta tæma moltukörinn upp í pitt sem garðaúrgangasvæði á Akranesi. Þar gerði svo sem þessi molta sitt gagn og það var alveg talað það í bænum að moltan væri óvenju góð. En okkur fannst samt að börnin okkar væri að missa af góðu námstækifæri þar sem að með þessu fyrirkomulagi sáu þau ekki þróunina. Appelsínubörkur breytist í mold. Aðal vandamáli okkar var lyktin. Og við lögðumst í rannsóknarvinnu og fundum þá bókasi-kassa. En þar byrja niðurbrotið inni og vökunum tappað af moltunni þannig að lyktin ætti að vera í lágmarki og hún það inni hjá okkur. En úti í fiskikörunum þá var alltaf þetta vandamál og var alltaf alveg rosalega mikið fíla. Þannig að þá var tekin ákvörðun að fjárfesta í 4 stórum jarðgeratunnum. Og núna þetta loksins farið að rúlla hjá okkur eins og þetta á að gera. Síðan til viðbótar við þessa hefðbundnu moltu þá vorum við í þróunarverkefni sem hét með orma í vinnu og þá byrjuðum við með haugorma. Það var árið 2018 og við fengum þá í grunnskólanum á Hvolsvelli. Byrjuðum bara með 1 kassa sem eldri deildarnar skiptust á að hugsa En þeir núna komnir inn á alla deildar og semst bara viðbót í moltuvinnuna og þar skemmtileg þáttaka barnanna og þar sjá þau ferlið af því að það gerist allt svo hratt hjá ormunum. Og nokkur heimil hafa fengið með þessu orma heim til sín. Við eigum nóg af ormum ef einhverjum langar að spreyta sig. Og svo höfum við náttúrulega verið að flokka
og í byrjun þá fórum við með flokkunina í grendagáma þar sem það voru ekki komnir flokkunagámar við heimili og stofnanir á Akranesi þá. Og þegar það komu tunnur hérna á staðinn þá fannst okkur svona eins og við mistum svolítið þáttöku barnanna. Ekki það að við viljum fara tilbaka en það er svona svolítið dæmigert fyrir það hvernig við hugsum að ef eitthvað verður átakalaust og áreynslulaust þá finnst okkur við ekkert vera að standa okkur. Við erum auðvitað ennþá að flokka rusli og tölum reglu það í barnahópnum hvers vegna við flokkum og hvað gerist. Svo höfum við verið í pappírsgerð og við notum verðlausan efni við í frjálsan leik og könnunarleik. Síðan höfum við verið með rosalega skemmtilegt verkefni hjá 2 elstu deildum á leikskólanum. Þar sem börnin búa til jólagjafir út frá eigin hugmyndum og þá notað verðlaust efni. Og þá þannig að barn sest niður með kennaranum sínum og segir frá því hvað hann vill gera. Og svo bara fundið út í hvernig það er gert. Það hafa verið saumaðir hérna kjólar og búnir til gítarar og ýmislegt. Og við byrjuðum líka á því að hérna í fyrra að búa til öskudagsbúninga með 2 elsta árgangunum. Þá koma börnin með bóla heiman sem ekki lengur í notkun og búa til sinn eigin búning og það bara svipað ferli og með jólagjafirnar. Og þetta náttúrulega ekki bara það að við séum að endurnýta heldur en náttúrulega meiri nánd og svona sem maður á með börnunum þegar maður fyrir svona einstaklingsvinnu. Einnig hefur þessi vinna verið svona tengd foreldrasamstarfi þar sem við höfum kallað eftir alls konar rusli að heiman eins og morgunkornkössum, krukkum og þess háttar. Síðan höfum við verið að vinna með neyslu og sparnað og þar hefur matasóun verið svona það sem við höfum tekið mest fyrir. Og við höfum það þannig að elstu börnin þau skammta sér sjálf og svo höfum við vigtað það sem kemur frá deildunum þar sem þau leyfa. Og það hefur verið keppni á milli deilda, hver hendi minnst og það svona farandbikar sem gengur á milli í hverju viku. En þetta gerum við ekki alltaf, heldur tökum við þetta bara fyrir annars slagi til að halda okkur við efnið því að ef við myndum vera með þetta alltaf, myndum þetta svolítið missa marks. Svo það áttagarnir og umhverfið okkar útikennslan. Frá opnun leikskólans hefur alltaf verið mikil áhersla á vettvangsferðir og þær hafa alltaf verið fastir liðir í dagskipulaginu. Við byrjum leið og börnin byrja í leikskólanum en við eigum 6 Kristjaníuhjól sem gefa okkur möguleika að fara langar ferðir með yngstu börnin. Það eru svona hjól sem eru með svona kassa framan og við getum sett 4 til 6 börn í og hjóla með þau. Og við eigum líka 5 barnakerru sem nýtist með þeim yngstu. Og við erum náttúrulega svo heppin að búa hérna í þessu litla samfélagi það sem stutt í náttúruna og við nýtum okkur það mikið og erum í göngufæri við skógræktarsvæði, Langasand og Safnasvæði svo einhver sem nefnt. Það hefur orðið mikil þróun í vettvangsferðunum hjá okkur og einu sinni í viku fara 2 elstu árgangarnir í ævintýraferð í skógræktina. Þar sem við höfum nú fengið smá afdrep. Lubbi sem finnur málbein kemur með okkur og þannig tengjum við fleiri námsþætti inn í ferðirnar okkar. Við byrjum alltaf ferðirnar klukkan 9 þar sem að hópurinn sem að fara sest niður saman og þá ræðum við hvað við ætlum að gera, hvaða verkefni við ætlum að taka fyrir og hvernig á að klæða sig og þess háttar. Og svo röltum við af stað og leysum verkefnin sem var búið að ákveða og það alltaf gefið góðum tími fyrir frjálsan leik. Frjálsi leikurinn rosalega mikilvægur því börnin læra svo vel á umhverfi sitt og við sjáum líka, sem mjög skemmtilegt, að þau halda áfram í leiknum sem þau voru í síðustu viku. Síðan borðum við hádegismat í skógræktinni og við fáum hann ýmist sendan til okkar eða eldum hann á staðnum og það náttúrulega ekkert betra en að borða úti. Og krakkarnir eru svo komið tilbaka á leikskólanum 13:30. Við höfum líka verið í svona samfélagstengdri vinnu. Við erum sólblómuleikskóli og styrkjum hann Mói sem 12 ára gamall strákur á Fílabeinsströndinni, sem svona SOS-barn. Við höfum verið með skiptimarka fyrir foreldra, fatakörfur sem fólk getur sótt í og það var náttúrulega þannig að leikskólinn var að opna í bara miðju hruni. Þannig að í upphæði þá var bara fín þáttaka í þessu en síðan bara varð rosa ofgnótt
Þannig að við höfum nú breytt verkefninu, við tökum á móti fötum og við komum þeim til þeirra sem þurfa á því að halda. Og það er ekkit endilega bara tekt við þennan leikskóla, við höfum alveg farið með föt út á landi eða bara það sem við vitum að þörf. Eldhúsið á Akraseli elda líka 40 mataskammta daglega fyrir félögðu bæjarins og við höfum tekið þátt í atvinnuskapandi verkefnum með félagsþjónustunni. Og við erum líka að vinna með grunnskólum bæjarins að ýmsum verkefnum. Við höfum til dæmis fengið til okkar nemendur unglinga sem að þurfa aðeins aðra nálgun í náminu sínu. Síðan höfum við verið í alþjóðasamstarfi, Erasmus+, Nordjob og Comeniusa-verkefnum. En þar hefur okkar áhersla alltaf verið umhverfismenntun. Það eru verkefni sem við erum þátttakendur í, snúast öllum umhverfismennt. Þannig erum við ekki alltaf að taka inn eitthvað glænýtt, heldur miklu frekar að dýpka okkur í því sem við erum að gera, læra af öðrum og miðla af þekkingu okkar. Við leiðum núna eitt verkefni sem heitir Wonders of Waste, en COVID hefur að vísu aðeins sett smá strik í reikningin og þannig að öll hefur seinkað, en við erum alltaf að vinna í því. Svo erum við búin að tengja okkur við heimsmarkmiðin og það kom í kjölfari leitar okkar að verkefnum þegar við vorum að leita okkur að verkefnum til að fara í alþjóðasamstarf. Og við fengum fyrirlestur heimsmarkmiðin fyrir starfsmenn og starfsmannahópurinn var sammála að heimsmarkmiðin mætti mjög vel tengja inn í umhverfismenntina hjá okkur. Og þá kom í ljós áhugi að tengja starfi okkar við markmiðin. Í skertri starfsemi vegna COVID í fyrstu bylgjunni þá skiptu starfsmenn sér í hópa og gerðu handbækur starfsemina í Akraseli og starfsmennirnir völdu sér hóp út frá áhugasviði. Handbækurnar voru allar tengdar við heimsmarkmiðin, fyrst með því að setja táknmarkmiðina á forsíðu handbókana. En núna erum við að æfa okkur í að tengja frásagnir og fréttir til foreldra með vísan í markmiðin og með orðræðinu til barnanna. Eftir að hafa unnið að tengingu við heimsmarkmiði og barnasáttmála þá fengum við ábendingu frá foreldrum að sækjum að gerast í UNESCO leikskóli. Svo við sóttum og núna erum við formlega UNESCO leikskóli, sá fyrsti á Íslandi. Upp að þessari vegferð er vinnan á grænni grein. Og við höfum alltaf stuðst við matslista frá Landvernd til að meta ýmsa þætti starfsins og við höfum þá bara skipt þeim upp og metum svona þætti og tengjum þá við árstíðunar og hvað við erum að vinna með. Því að það er kannski ekki takt að spyrja uppskýru kartefna að vori. Þannig að þetta verður að tengjast því sem er að gerast. En vistvæn hugsun og nálgun er lærdómsferli í breyttri hegðun. Til dæmis í gönguferðum barna á Akraseli er alltaf tínt upp rusl og það er náttúrulega breytt hegðun og við moltum ekki henda og endurnýtum og alls konar. Alltaf þegar við metum vinnu okkar kemur í ljós að við þurfum að taka börnin meira með í moltuvinnuna. En staðreyndin er svo að þetta byrjar alltaf á okkur sjálfum. Börnin læra það sem fyrir þeim haft. En það er bara svolítið fast í okkur og við viljum alltaf gera betur. Í haust fór leikskólinn í gegnum ytra mat frá Menntamálastofnun. Skýrslan er komin á heimasíðun okkar. Og það er mjög skemmtilegt fyrir okkur að skoða hana ef þið viljið gefa okkur tíma í það. Staðreyndin er svo að verkið verður aldrei betur en þeir sem vinna það. Takk fyrir mig.